Sælverði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í dag ætlum við að nýta flugu eftir Frank Sawyer sem heitir Killer Bug og lítur einhvern veginn svona út. Ég ætlum að nýta hana með þessum lit hérna vegna þess að lopinn sem ég nota í þessar hérna tvær svona í dekkri kantinum og aðeins erfiðar að vinna með lopann, hann svo veikur, en þessi hérna litur bara kemst mjög nálægt til að vera svona dökkur. Ég held að skipti ekki alveg öllu máli, en við nýtum hann allavega svoleiðis og í staðinn fyrir þráð í þessa flugu þá erum við að nota Semperfli kopparvír sem 2 mm og ég er búinn að koma honum hérna að hluta til á svona spólu og við byrjum á því að vefja kopparvírnum hérna utanum krókinn. Við ætlum að zooma þetta aðeins inn fyrir þannig að við sjáum hvað við erum að gera. Svona. Og tökum hérna þennan enda í burtu. Svona. Og það eru 2 möguleikar sem við höfum. Við höfum sem sé annarkvort að nýta þetta úr sem sé svona lopa sem mjög góður. Nema eini gallinn við lopan sá að hérna þegar þú ert með einfaldan lopa þá haldið í honum ekkert meira heldur en þetta. Þannig að við ætlum að nota lopan, gefa honum aðeins frí og nota garn, ullagard sem jafn sterkt og sterkara og alveg eins og litinn. Þá má fara yfir ullagarni með svörtum tús á eftir til þess að fá dökkan tón á það ef fólk vill. Svo fæum við þessu bara hingað, svona. Og það engin þráður í þessa flugu. Það bara, reynum að nýta hana orginal, þó hann örugglega verið nýtt í höndunum, bara engum væs eða neinu hérna í gamla daga, þá reynum við okkur hérna með þessu svona. Og þá kemur sem sé ullin hérna fram á auga og svo tilbaka. Og Frank Sawyer kannski, þekktastu fyrir þessa flugu og svo flugu sem flestir kannast við eftir hann sem heitir Pheasant Tail, sami maðurinn sem bjó þetta til og hannaði. Þá tökum við þetta niður með vírnum sjáði. Þannig að það taka ekki of fast á vírnum. Svona. Svo klippum við aftan úr henni hérna. Svona. Þetta mjög einföld fluga. Gríðarlega sem sé hefur gríðarlega góða virkni bæði í sig lung og sem sé bleikju urriða. Og ef ég ætti að spá í spilin þá tekur þetta örugglega lax á góðum degi líka. Svo búum við til svona smá bölk hérna. Og þurfum að zooma okkur aðeins út. Við notum ekki, ég ætla ekki að nota svona vippfinisher eða hausnúttæki, heldur gerum við hnútinn með fingrunum hérna sem bara bragð hérna yfir sjáði, appelsínubragð eða jarðarberja, þegar hvort þið viljið, svona og eitt í viðbót yfir þetta og svo hérna, slitnar yfirleitt sjálfur. Til þess að ganga frá þessari flugu það hægt að gera það bara með venjulegur sellulósalaki og setja á hérna á vírinn. Við ætlum að splæsa í sapagap á þetta til þess að þetta fari ekki neitt. Áður að gera það þá getur sýnt okkur til þess að fá aðeins svona meiri áferð á búkinn, ullar áferð, þá farið við bara með busta, dubbing brush yfir hann eða einmitt eitthvað náttúrulega að rífa aðeins trefjarnar í hárunum sjóðu upp fram og tilbaka sjóðu, þá væri hún aðeins svona buggy ef menn vilja, þetta ekkert sem þarf að gera til það og svo komum við með snöggt með superglúi hérna á þetta og þá fer þessi nútur ekki neitt ef ég þekki superglúi rétt, þetta alveg heldur von og viti svona. Þá Killer Bug flugan, þetta svo bara klár, sjáu hana hérna.
Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og þið megið endilega gerast áskrifendur á rásinni. Setja like við vídeóið og deila því. Þið getið styrkt rásinni ef viljið og sjá uppskrift á flugunni í lýsingunum á vídeóinu hvernig ég gera það og svo hvernig þú styrkja rásina. En þangað til í næsta vídeói þá þakka ég ykkur kærlega fyrir áhorfið. Takk fyrir.